Komið sæl, þetta Pólitíkin 23. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í þessum þætti ætlum við meðal annars að beina sjónum okkar að auknu valfrelsi í heilbrigðisþjónustu og menntamálum, að ræða hótelrekstur á COVID-tímum í Reykjavík og stöðu kvenna í flokknum. Gestur Pólitíkurinnar að þessu sinni er Ásdís Halla Bragadóttir. Vertu velkomin, Ásdís Halla. Takk fyrir kærlega. Ég gæti nú sjálfsagt haldið langan inngang þig, en ég held að færi bara best á því að spyrja hver er Ásdís Halla Bragadóttir? Í stuttu máli. Já, ætli ég hafi ekki látið það eftir mér að skilgreina það aldrei. Nei. Leið maður skilgreini sjálfan sig að þá rammar maður sig inn líka og lokar kannski litlu boksi. Ætli ég vil ekki leyfa mér að hafa frelsi til þess að skilgreina mig alls ekki, vegna þess að ég hef bæði verið í pólitík og atvinnulífi, ég hef verið frumkvöðl og búið til fyrirtæki, ég hef líka rekið bara hefðbundið stórt fyrirtæki, ég hef verið í sveitarstjórnarmálum en líka unnið fyrir flokkinn á landsvísu, þannig að ég ætla að leyfa mér að halda frelsinu áfram og vera ekki að skilgreina mig of. En þetta var kannski ágætis kynning á þér samt. Þú hefur verið, eins og þú komst inn á, í fyrirtækjarekstri og ert meðalans frumkvöðl í því að koma að standa einkarekstri á ákveðnum sviðum á heilbrigðismálum á Íslandi. Mér langar kannski aðeins að byrja á heilbrigðismálunum af því að nafn þitt kemur nokkuð sterkt upp í hugan þegar maður hugsar einkarekstur og valfrelsi í þessum tveimur málaflokkum, heilbrigðismálum og menntamálum. Þú stofnaði bæði Sinnum og klínikin í Ármúlanum og komst að innleggingu síðan að skólamálum, einkarekstri skólamálum í Garðabæ. Hvernig kom það til að þú stofnaðir Sinnum og klínikina í Ármúla og hvernig var það ferli að fara að stað með svona stórt einkarekstursverkefni í þessu sviði? Það gerist eiginlega í kjölfar þess að ég var mjög lengi mjög áhugasöm það að það yrði meira valfrelsi í menntamálum og vann að því mjög lengi, bæði að þá vann ég að undirbúningi þess þegar ég var aðstofamaður menntamálaráðherra og fór til Bandaríkjanna og kynnti mér valfrelsi og kynnti mér það líka í Svíþjóð og víðar og sá ávinningin af því. Og valfrelsi er ekki síst mikilvægt fyrir þá sem að eiga ekki pening en þurfa að fá stuðning eða greiðslur frá ríkinu til þess að hafa val sem að stundum þeir sem eru efnaðir að hafa alltaf óháð aðstæðum. Þannig að fyrir mér hefur valfrelsi alltaf verið hluti af baráttunni stétt með stétt og því að þeir sem að kannski búa ekki við þau forréttindi að geta farið hvers sem eru vilja til að fá þá þjónustu sem þeir vilja hafi líka eitthvað sín mál að segja. Og þegar ég var búin að vinna að þessu í menntamálunum í dálítið langan tíma þá var ég búin að sjá það fyrir mér að það væri mikilvægt fyrir Íslands samfélag að eitthvað svipa gerðist í heilbrigðisþjónustu. Og fyrsta skrefið var Sinnum heimaþjónusta. Fólk hafði val það hver þjónaði fólki inn á heimilinu. Íslendingar eru að verða eldri og eldri þjóð og þjónusta inn á heimilum verður mikilvægari til þess að sé minna stofnanavæðingu og fólk hafi meira sín eigin mál að segja. Og Sinnum verður til sem svona viðleitni til þess að fólk geti valið hvern þar fari heim og hvernig þjónusta það fari heim. Og í framhaldinu þá tók ég þátt í að stofna klínikina. Og klínikin þá fyrst og fremst vettvangur til þess að fólk geti fengið framúrskarandi læknisþjónustu, tekið dálítið lengra en sérfræðilæknar hafa gert almennt út í bæ á minni skurðstofum. Það er gisti aðstaða, þetta er klínik þar sem að fólk getur gist eftir stærri aðgerðir. Og í mínum huga var þetta sama hugmyndafræði, tekin bara dálítið lengra í heilbrigðisþjónustunni. Ekkert af þessu endilega auðvelt og enginn sem að rúllar út rauða dreglinum. En það fyrir fólk að hafa val skiptir svo miklu máli. Nú heyrir maður oft talað það að svona einfaldir aðgerðir eins og liðskipta aðgerðir og ýmislegt annað sem að í sjálfu sér er ekki svona flóknar eins og einhverjar erfiðari hjartaskurð aðgerðir og annað. Að fólk er að bíða mjög lengi eftir að komast í slíkar aðgerðir hérna heima og það er verið að senda fólk til Svíþjóðar mikið. Nú er öll aðstæða hérna á Íslandi og af hverju að þínu mati er þessi tregða í kerfinu að nýta þá aðstöðu sem er hér?
Af því að nú hefur þú reynsla af þessu og ég veit að þú hefur skoðanir á því. Já, ég alveg sannfærð það að það væri hægt að eyða þessum biðlistum á nokkrum mánuðum ef að stjórnvöld og einkaaðilar tækja höndum saman og settu sér það markmið að allir þeir sem að bíða eftir þessum aðgerðum, valkvæðu skurðaðgerðum, fengju þjónustu og þá væri hægt að útrýma þessum biðlistum á ótrúlega stuttum tíma. Maður getur sagt það tregða og það vissulega tregða og við sjáum það í kerfinu að það ákveðin tregða en mér finnst nú samt alltaf eins og fleiri átti sig á mikilvægi þess og ég hef lesið greinar meiri sig eftir lækna á Landspítalanum og ég hef hitt lækna á göngum Landspítalans sem að segja auðvitað við bara nýta okkur þá aðstöðu og þá þekkingu sem til dæmis á klínikinni til þess að stytta þessa lista. Ég held að það sé þannig að það fara flestir í pólitíka þeir vilja bæta samfélagið og ég ætla ekki að gera neinum það að þeir fari í pólitíka að verði ráðherrar vegna þess að það séu vondir einstaklingar. Ég held að vandinn sé sá að það skorti traust á milli stjórnmálana, á milli kerfisins og einkarekstrar og ég held að stjórnmálamennirnir sem að vilja ekki vinna með einkarekstri og embættismennirnir, það ekki síður embættismenn í kerfinu, ráðuneytunum sem að hafa og bera ekki það traust til einkaaðila að þeir fari í það að leysa málin með þeim. Þannig að það gerist að það verður til, við getum sagt, þjónusta sem ekki nægilega mikla reglur og ekki nægilega verið haldið eins og til dæmis á klínikinni, einstaklingur fer bara og kaupir sér aðgerð. Fyrir mér það afleitt fyrirkomulag. Það afleitt að bara þeir sem að eigi pening geti farið og keypt sér þjónustu. Það væri miklu eðlilegra kerfið, stjórnmálin settu upp fyrirkomulag sem væri þannig að við segðum íslenski skattgreiðendur, Íslendingar sem að eiga rétt til heilbrigðisþjónustu hér geta farið og ríki borgar. Og það þyrfti að setja eitthvað þannig ramma utan það að kerfi veri ekki misnotað. Algjörlega, nú verið að senda fólk út jafnvel með læknana með sér. Já. Og íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa ekkert eftirlit með því sem að gerast í Svíþjóð og annar staðar en þau gætu haft slíkt eftirlit hér á landi. Það kjarni málsins. Og ég myndi vilja hvetja heilbrigðisráðuneytið til þess að hafa kjark til þess að búa til þann ramma að hann þjóni fólki þannig að það sé ekki á sem biðlista. Fólk geti fengið aðgerðir hjá einkaaðilum til þess að það sé hægt að útrýma biðlistunum en að það sé þannig samkomulag og reglur og eftirlit að það geti enginn misnota kerfið. Þetta snýst dálítið það. Og þegar menn hafa kjark til þess að þá held ég að sé hægt að búa til sanngjarnt og heilbrigt umhverfi fyrir einkareksturinn. En svona stóri lærdómurinn þinn af þáttöku í þessum rekstri. Nú ert þú komin út úr klínikinni, þú ert ekki lengur þar stjórnandi eins og ég skilur rétt. En hver svona með þessa reynsla bækinu, hver stóri lærdómurinn? Ég held að stóri lærdómurinn í þessu öllu saman, hvort sem í varandi sinnum eða klínikina eða skólamálinn í Garðabæ, það ekki að bíða eftir leyfi. Það ekki að bíða eftir samningi við ráðherra eða bíða eftir því að stjórnmálinn rúll út einhverjum rauðum dregli. Ég held að stóri lærdómurinn sé sá að þegar að maður með hugmyndir eða sýnum eitthvað sem að betur má fara í íslensku samfélagi, að þá verður maður bara að fara í málið og finna leiðirna til þess að láta það ganga upp. Ég rosalega stolt af því að klínikin til, ég rosalega stolt af því að sinnum til, okkur tókst að klára þetta og láta þetta verða veruleika þrátt fyrir mjög erfiðar aðstæður. Og ég held að stóri lærdómurinn og ef ég ætti að hvetja fólk sem með drauma það hvernig það getur breytt samfélaginu og gert eitthvað sem skiptir máli, það það að gera ráð fyrir því að pólitíkin sé tregitaumi, gera ráð fyrir því að sanngirni sé ekki endilega til, en að finna leiðirna til þess að láta hlutina ganga upp, þangað til þjónustan í raun og veru bara búin að sanna sig. Og það hefur gerst bæði hjá sinnum og klínikinni, þjónustan hefur sannað sig og það fjöldinn allar af fólki sem kemur, það þúsundir einstaklinga búinir að nýta sér þessa þjónustu, það búið að lina þjáningar þúsunda, það ótrúlegu fjöldi fólks allstaðar að landinu búin að koma og þiggja og njóta þessara þjónustu og ég mjög ánægð með það og ég mjög stolt af því og ég veit að hún mun lifa og einn daginn að þá segja stjórnmálinu og þá segja kerfið það fáránlegt að koma í veg fyrir þetta, það fáránlegt að vinna ekki með þessu og nýta þetta ekki og ég bíð eftir að sá dagur kemur því ég algjörlega sannfærð að hann mun koma.
Ég ætla ekki að sleppa þér alveg með þessi einkarekstra mál. Þú varst bæjarstjóri í Garðabæ í 5 ár, frá 2000 til 2005 og þar áttu þú frumkvæði að því að Garðabær samdi við Margréti Pálu rekstur hjallastefnunar á grunnskóla í bænum, sem eitthvað sem að ég held að hafi, með alveg segja, hafi slegið í gegn og komið víð land. En hvernig kom það til að þú tókst, eða þið í Garðabæ tóku svona djarft skref og hver ávinningurinn af þessu samstarfi? Ávinningurinn sá að ég held að hvergi á Íslandi sé íbúar jafn ánægð með skólamál eins og í Garðabæ. Og valfrelsið lykillinn af því, vegna þess að við erum öll ólík, börnin okkar eru ólík, börnin okkar þrífast í mismunandi aðstæðum og við verðum að hafa eitthvað það að segja í hvernig skóla þau fara. Þannig að þegar að ég var bæjarstjóri og þegar að ég fór að vinna með meirihlutanum í Garðabæ, að þá mjög fljótlega fundum við leiðir að urðum við sammála það að þetta væri nauðsynlegt skref fyrir Garðabæ. Garðabær hafði alltaf verið mjög framalega í skólamálum, en fyrir mér var þetta svona næsta skref og ekki bara að þá ákváðum við að finna leiðir til þess að opna einkarekinn skóla. Við tókum líka upp að það væri valfrelsi á milli allra skóla, þannig að börn gætu farið á milli eftir í hvar þeim liði best. Og þegar að Margrét Pála bankaði upp á, sem hún átti frumkvæði að þá vissi ég bara leið að við byrjum að tala saman að þetta var akkúrat tækifærið. Þetta var akkúrat manneskjan sem að Garðabær átti að semja við. Vegna þess að hún var með svona framandi hugmyndir, hún var með öðruvísi hugmyndir og ég vissi það leið að barnaskóli hjallastefnunar í Garðabæ yrði öðruvísi skóli. Og það er það sem að skipti svo miklu máli, að gera ekki meira af því sama, heldur að gera eitthvað sem öðruvísi vegna þess að það ýtir yfir öll í kerfinu, býr til svona skapandi og frjóa umræðum hvernig hægt að gera hlutina og hún kom inn í Garðabæ með fullt af hugmyndum og nýjungum sem að aðri skólar síðan lærðu af og öpuðu jafnvel eftir sem var algjörlega frábært. Þú varst aðstofamaður menntamálaráðherra Björns Bjarnasonar og hefur þar að leiðandi ágætis innsýn og reynslu af þessum málum. Hvernig að þínum að þetta getur við nýtt okkur enn frekar kosti einkaframtaksins bara í skólakerfinu í heild á Íslandi í dag? Það er hægt að gera það í miklu meira magni. Ég myndi horfa á grunnskólana. Það sem betur fer steig Björn það skref að reiðja brautina fyrir það að Háskólinn í Reykjavík varð þess á skóli sem hann í dag, sem frábært fyrir íslenskt samfélag. Við erum með einkarekna skóla á framhaldsskólastigi og þeir mættu vera fleiri. Ég held að það séu mikil tækifæri til þess að gera grunnskólan á Íslandi miklu betri en þeir eru. Og ekki bara með einkarekstri, líka með valfrelsi og líka bara með meiri metnaði hjá sveitarfélögunum í því að vera með að styðja betur við skólana. Það margt gott að gerast í grunnskólanum, en ég saknaði svolítið að sveitarfélögin séu að gera skólamálum, þau ætti að vera að gera þeim að mínum að miklu hærra undir höfði, bæði leikskólanum og grunnskólanum. Og meiri fjölbreytni í grunnskólanum væri góð og þar gæti einkareksturinn skipt miklu máli. En það verður alltaf að vera þannig. Það má ekki þvinga foreldra, það má ekki þvinga börn. Það á ekki að búa til þannig skólakerfi að börn séu þvinguð inn í einkarekstur, alls ekki. Alltaf fyrst og fremst verður að vera þetta val og fyrir fólk sem að vill hafa börnin sín í opinberum hverfiskóla skiptir máli að það sé líka til staðar og að þeir skóla séu framúrskarandi. En þau þurfa þá kannski að hafa kjartið þess að stíga fleiri skref í þessum efnum? Engin spurning. Aðeins svona ferðaþjónustunni þetta, nú ert þú að reka hótel í Björnmála, Hótel Ísland. Já. Og það bæði hefðbundi hótel og síðan eru þið að hýsa sjúklinga eða fólki sem búið í aðgerðum á klíninginni og að jafna sig eftir hana eða það Segðu mér aðeins frá þessu hóteli sem þið eruð að reka og hvernig það hefur verið að reka hótel á Íslandi eða í Reykjavík á COVID-tímum? Já, þetta er áskorun, það verður að segjast og það gerist eiginlega þegar mínu hlutverki líkur í klíninginni að þá fer ég að taka við þessum hótelrekstri til þess að snúa honum við og koma honum eitthvað áleiðis vegna þess að til þess að geta komið klíninginni á laggirnar að þá þurftum við að breyta öllu húsinu og þurftum að breyta hótelinu og gera mjög margt til þess að klíningin gæti þrifist. Og ég hef nú alltaf haft gaman af áskorun og vil helst finna ógn eða finna tækifæri í ógninni. Ég átti samt ekki von á því þegar ég fór í það í fyrra
fara að reka hótel til þess að klára þessa umbreytingu í ármálunum, að áskoruninni jafn mikil og hún var í reynd. Ég hugsaði með mér áramótin þegar ég var búin að einbeita mér á hótelreksturnum í dálítinn tíma 2019, og þá upplifðum við gjaldþrot WOW. Við upplifðum það að Max-vélarnar voru kyrrsettar, og svo fyrirhluti ásins í fyrra það voru meira og minna vinnustöðvanir og yfirvofandi verkfall sem að settu sitt mark á ferðaþjónustuna. Þannig að 2019 var mjög snúið í hótelrekstri, og ég hugsaði með mér áramótin, gott að árið er liðið og 2020 komið, vegna þess að ég var alveg sannfærð að það er aldrei verra en 2019. En sannarlega hefur það verið það, og mikil áskorun, mikil lærdómur, en ég er ánægð með það að búa í Íslandi í dag. Ég er ánægð með það hvernig stjórnvöld hafa tekist á þetta mjög svo snúna verkefni, ánægð með það hvernig stjórnvöld hafa unnið mjög náið með þríeykinu og sérfræðingunum, og hér hefur verið gripið til margra ráðstafana til þess að hjálpa samfélaginu, hvort sem er einstaklingum, sjúklingum, heilbrigðiskerfinu, atvinnulífinu í gegnum þetta erfiða tímabil. Talandi stjórnvöld, hafið þið verið að nýta ykkur eitthvað úrræði stjórnvalda? Hvernig hafa þið þá gagnast ef að svo er? Við nýttum okkur það úrræði að sækjum styrk við launagreiðslur á uppsagnarfresti, og það er svo ákvörðun sem að ríkið tók, sem að ég held að hafi gagnast langflestum fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Og þetta var gríðarlega mikilvægur stuðningur og er gríðarlega mikilvægur stuðningur, og ef ekki hefði komist til þess að þá hefði svo satt megin þorri ferðaþjónustu fyrirtækja farið í þrot strax í vor. En þetta úrræði að geta lagað starfsemina að verulega minni umsvifum á þessum mánuðum leiði til þess að fleiri fyrirtæki hafa allavega tækifæri til þess að reyna að lifa þetta af. Og við erum nú sannarlega að reyna að lifa þetta af, og ef að ekkert kemur á óvart, sem er nú erfitt að segja, þá ætlum við okkur að komast í gegnum þennan skafl. Svo getur vel verið að veiran takis upp og landamærum verður loka á ný, þá veit maður ekki hvað gerist eða til hvaða úrræði verður gripið, en allavega eins og staðinu núna þá held ég að þetta úrræði hafi skipt sköpum til þess að verja störfin. Eru þið farin að ráða eitthvað aftur? Já, fólk, það er akkurat það sem var hægt að gera vegna þess. Þannig að í staðin fyrir að allir færu varnilega í atvinnuleysi, sem að annars hefði gerst, að þá erum við að ráða nokkuð stóran hluta aftur tilbaka, og við erum mjög ánægð með það að geta gert það. Frábært. Kannski aðeins bara svona þig og þína stjórnmála þáttöku. Nú varstu frekar ung þegar þú hófst þáttöku í stjórnmálum. Fyrst kvenna formaður SÚS, eins og ég nefndi áðan, aðstofamaður Björns Bjarnason og menntamálaráðherra. Þú varst framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjóri í Garðabæ, eins og hefur komið fram. Hvernig kom það til upphaflega að þú leiddist út í stjórnmál? Ég var bara alltaf með óbilandi áhuga á samfélaginu, og ég held að fyrst hafi það gerst. Ég var bara smástelpa í Ólafsvík, og á þeim tímum þá voru engir iPadar eða símar eða eitthvað, þannig að manni leiddist þá fór ég í vinnuna til pappa í frystihúsi í Ólafsvík, og svo satt maður bara í kaffistofun og var að spjalla við gömlu kallana. Gömlu konurnar var oft heima, en gömlu kallarnir voru þarna, og þeir voru að rökræða pólitík, og mér var alveg seld svo hugmynd þegar ég var bara þarna 6-7 ára, Sjálfstæðisflokkurinn væri máli, stétt með stétt, og þetta væri flokkur þeirra sem vildi bjarga sér, og þetta væri flokkur þeirra sem að vildi komast út úr vandanum. Það voru oft svona erfiði vetur og erfiði tímar, og þetta væri flokkurinn sem að væri að hvetja mann þetta á það. Svo gerist það því ég er 9-10 ára að við flytjum til Svíþjóðar og síðan til Noregs, og þá flytti ég inn í samfélag þar sem að próf voru bönnuð því að samkeppni var ljót, og flytti inn í samfélag sem er allt öðruvísi en það sem ég þekkti. Og þá áttaði ég mig á því að samfélag geta búið við mismunandi reglur. Og svo flytjum við aftur til Íslands, og þá bjó ég á Akranesi sem var allt öðruvísi en Noregur og Svíþjóð. Þannig að ég er ekki nema 12 ára þegar ég er búin að upplifa það að lög og reglur í samfélaginu skapa mjög mismunandi forsendur fyrir börn og fullorðna og atvinnulíf. Þannig að ég fekk strax mikinn áhuga á því að pæli því hvernig svona mismunandi lög og reglur og stefnur geta skapað mismunandi samfélag. Þannig ég er 15 ára þegar ég byrja að vinna með ungum sjálfstæðismönnum á Akranesi, og
fór í stjórn og þegar að kannski bekkjarfélagarnir fór í tennis þá fór ég á opin fundum vegamáli í kjördæminu eða eitthvað og mér fannst það raunverulega gaman. Fannst þetta bara gaman. En kom það aldrei til álita að skella sér út í landsmálin? Ekki af neinni alvöru. Ég velti því alveg fyrir mér nokkru sinnum og einu sinni var ég mjög langt komin með það. Var búin að gera það upp við mig að fara í prókjör. En svo það þannig að mér hefur alltaf liðið þannig að það skipti voðalega litlu máli hvort ég í pólitík eða atvinnulífinu að því gefnu að ég sé að gera eitthvað sem að hafi áhrif og skipti máli. Og ég ekkert viss það að þó ég hefði farið í landsmálinu á þessu tíma þegar ég var að velta því fyrir mér að það hefði endilega veitt mér meiri ánægju eða gleði eða uppskeru en það sem ég búin að vera að gera. 2 mál sem kom upp í hugan frá því að þú varst formaður SÚS sem að vöktu athygli og hafa verið bara skipt miklu máli í samfélaginu. Annars vegar feðraorlofi sem var eitthvað sem þið settuð á dagskrá og hins vegar, og sem á nú ágætlega við að ræða þessari viku, ættleiðing hinsegin fólks eða samkynhneigðra. Þetta lítur að hafa verið brekka að koma þessum málum á dagskrá. Já, þetta var brekka. Sjálfstæðisflokkurinn hann kemur úr 2 áttum. Annars vegar íhaldssemi og hins vegar frjálslyndi og ég hef alltaf verið frjálslyndis megin. Það voðalega lítil íhaldssemi í mér. Ég talsmaður lægri skatta og athafnafrelsis og frelsi einstaklinga en ekkert síður umburðarlyndis og náungakærleika og það að við fáum öll frelsi til þess að vera eins og við erum og svo hef ég alltaf verið mjög upptekin af því að það skipti börnmáli að fá að umgangast báða foreldra eða alla foreldra eða ólíka foreldra eða hvernig sem að það virkar allt saman og sem að getur verið mjög margbreytilegt og þegar ég var formaður SÚS þá vorum við mjög upptekin af því að koma á feðraorlofi. Það hafði verið fæðingarorlof sem að mæður nýttu fyrst og fremst og var svona meira og minna bundi við mæður og þegar við fórum að ræða þetta í SÚS að það ætti að vera orlof líka fyrir feður að þá fannst sumum þetta verið rosalega mikil miðstýring. Það væri verið að þvinga feður heim til sín og þetta væri ekki anda Sjálfstæðisflokksins. En þegar maður að glíma við það að í áratugi búið að þvinga innan gæsalappa mæður heim til sín að þá verður að koma á ákveðnu jafnræði til þess að breyta samfélaginu, til þess að það sé viðurkennt af atvinnulífinu og samfélaginu að feður fari líka út af vinnumarka og kynnist börnunum sínum og börnin fái þennan rétt að kynnast feðrum sínum. Og í þessari umræðu allri að það fannst okkur líka mjög eðlilegt að hinsegin fólk eða samkynniðir einstaklingar, það var minna að tala hinsegin fyrir rúmlega 20 árum, það var meira að tala orðið samkynniði voru meira notað, fannst okkur bara mjög eðlilegt og auðvitað að samkynniðir einstaklingar gætu ættleitt börn. Það hafði ekki verið á þeim tíma og það hafði engin stjórnmálaflokkur tekið á dagskrá, í dag skilum maður það ekki. Í dag skilum maður ekki hvernig það gat verið það fyrir bara rúmlega 20 árum og voru það ungi sjálfstæðismenn sem að fyrstir tóku þetta upp. Magnað. Það alveg magnað. En það var líka dálítið á brattana að sækjan og við heyrðum umræðu út í bæjum það nú væri ungi sjálfstæðismenn endanlega gengnir af göflunum. En við settum þetta í stefnu SÚS, komum þessu síðan í gegnum landsfund og inn í kosninga yfirlýsingar Sjálfstæðisflokksins. Og þetta var mjög skemmtilegt, og það alltaf skemmtilegast að vinna málum sem að virðist næstum því ómögulegt að koma á, næstum því ógerlegt því að það svo óbúslega gaman þegar það tekst. Gaman 20 árum síðan að rifja þetta upp og sjá árangurinn. Já. Svona aðeins kannski að lokum jafnréttismálin og stöðu kvenna í flokknum. Í síðustu sveitarstjórnarkosningum að þá voru 57 konur kjörnar í sveitarstjórnir eða 48% kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa flokksins. Frábært. Sem bara frábær árangur og skiptir í rauninni ekki máli á hvorn veginn þetta í rauninni bara jafnt þannig séð. En það ekki alveg sama staðan á þinginu. Þar voru 4 konur kjörnar til setu í 16 manna þingflokki, 25% kvenna. Það eru auðvitað engar töfralausnir til á þessu en hvernig getum við tekist á við þetta og bætt þessa stöðu að þínum mati? Þetta eitthvað sem verður að bæta og þetta getur ekki gengið.
Og eitt af því sem að ég hef velt mest fyrir mér, og ég hef velt því bara heilmikið fyrir mér undanfarna áratugi, og það það að líftími kvenna í pólitík, ekki bara í Sjálfstæðisflokknum, heldur í flokkum, mörgum flokkum, virðist vera styttri en karla. Þannig að jafnvel þó þær komi inn á þing að þá staldra þær oft styttra við. Og við höfum því miður séð margar góður konur fara úr pólitíkinni, öllum flokkum og líka úr Sjálfstæðisflokknum. Þannig að ég held að fyrsta viðfangsefnið sé að tryggja það að þessar konur sem eru þarna, eins og þessar 4 þingkonur, þær fái brautagengi og þær fái stuðning. Og pólitíkin þannig að það lenda nánast allir stjórnmálumenn tímabilum sem eru erfið. Það lenda allir stjórnmálumenn í því að það misti úr sig ykkur, annarkvort þeir sjálfur eða ykkur í kringum þá, eða það verður koma upp erfið mál, og þá skiptir gríðarlega miklu máli að konur eins og kallar fái stuðning og bakland úr þingflokknum. En eru menn þá umburðarlyndar í gangvægt köllum eða? Já, sko, mér finnst þú að erfitt að segja hluti sem kannski ekki búið að vísindalega sanna. Nei. Þannig að þú mátt hafa skoðanir. Ég má hafa skoðanir. Mér hefur stundum fundist vanta upp á það að þingflokkurinn og kjarnin í flokknum styðji jafn dyggilega við bakið á konum og körlum. Og það þannig að þegar að konur þurfa að fara úr embætti eða segja af sér embætti, það eins og það þurfa oft minni og styttri aðdraganda áður en að það gerist en hjá körlum. Það eins og skjaldborgin sé fljótari þegar að kemur að því að slá vörn utan karlmenn og þeirra störf. Það eins og kallarnir séu bæði svona inn á við og út á við, duglegri í að standa saman í því að styðja hvern annan þegar að ábjátar. Og það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir fólk að það eigi við bæði kynin. Og það vill þannig til að þessar 4 konur sem þú nefndir, að það eru allar svona frekar ungar konur, þær hafa ekki verið lengi. Það væri rosalega synd ef þessar konur lenda í því að hætta. Það gríðarlega mikilvægt að styðja þær og það gríðarlega mikilvægt að fá fleiri konur. Hvernig gerum við það? Það með því að vera meðvituð þetta. Vera meðvituð, hvetja til dáða. Tala þær ekki niður. Tala ekki stelpurnar í flokknum. Tala ekki smástelpurnar sem að núna virðast að ráða ríkjum í einhverjum ákveðnum málaflokkum. Þetta eru gríðarlega flotta konur, þær eru frambærilegar, þær eru sterkar, þær hafa forgöngu núna ýmis mál. Það eru þær sem að tala mest það að þó að við þurfum að passa upp á heilbrigðiskerfið í COVID, að þá megum við heldur ekki gleyma frelsinu. Það eru þær sem að taka ný mál inn á dagskrá, hvort sem það nýsköpun eða ýmislegt annað. Og þegar þessar ungu konur stiga fram og eru að taka slaginn í alls konar málum, þá verða þær að fá ákveðið svigrúm til þess. Það má ekki slá puttan á þeim og tala þær eins og einhverja smákrakkar, því þetta eru framúskarandi flottar konur sem að flokkurinn verður að styðja við bakið á, svo að þær vilja halda áfram að vinna fyrir fólkið, vinna fyrir hugmyndafræði flokksins og vera þarna áfram. Vegna þess að það ekkert gaman ef það stöðugt verið að baknaga og slá á puttan á fólki. Það ekkert gaman að þá sko eðlilegt að fólk hugsa með sér, akkur ég að þessu? Akkur ég að vinna hér frá morgni til kvölds? Akkur ég ekki með fjölskyldunum minni? Akkur ég hérna alla daga þegar það kemur svo kannski lítið annað en gagnrýni og jafnvel óvægin persónulega gagnrýni. Og þetta það sem að ég held að væri það fyrsta sem að væri hægt að breyta svo hratt og auðveldlega. Og svo auðvitað bara hvetja konu til þess að gefa kost á sér og svo náttúrulega umfram allt að sjálfstæðisfólk styðji frambærilega konu sem að gefa kost á sér í prókjörunum líka og líti ekki bara á það að konu séu áhugaverðar að meðan það eru efnileg, heldur líka að styðja þær þegar að fram í sækir. Ég held að þetta séu ágætis lokaorð, Ásdís Halla, þessum 23. þætti Pólitíkurnar. Takk fyrir að koma til okkar og takk fyrir að veita okkur innsýn inn í þessi mörgum mál sem við höfum rætt hér í dag. Takk sömuleiðis.